Ja, Matti, Haukarnir komnir í 8. úrslitin. Kynna þessu vel, ég meina slá út vestra úrvalsdeilda félag. Hlýtur að vera ánægður að vera komin hérna á stað með Haukana. Já, mjög ánægður að hafa unnið hann ekki þessu. Já. Hvað þú fáið Keflavík úti í 8. úrslitunum. Já. Þetta er nú ekki draumadrátturinn eða? Það var nú engin draumadráttur kannski úr því sem komið hérna 7 úrvalsdeildarlið og allt það sko. Alltaf erfitt en mér döði langað að fá heimaleik sko. Já. Við erum búin með 6 leiki í deildinni og 2 af þeim heimaleikir. Og útileikur í bikarleika, en ég meina við keyrum bara Reykjanesbrautina og förum þarna. Mætti kalla þetta orrustuna Reykjanesbrautina, kannski? Já, getur kallað það. En nú sláðu Söpudildar félag út í síðustu umferð. Já. Hvaða möguleika sér það fyrir Haukana að gera? Keflavíkur? Já. Æ, þeir eru svo stórir og þéttir varnarlega hundleiðilegt lið að spila á móti. Þannig að þetta ekki vera alveg veruleika fyrstur. Þetta væri helvítis uppsett. En við ætlum að reyna að gefa þeim leik og slást við þau í 40 mínútur. Er ekki bara gaman að fá svona stórt verkefni? Nú eru þið bara topplið í fyrstdeildinni, ef ekki? Úrvalsdeildinni. Hæ? Við? Nei, já. Þið eru topplið í fyrstdeildinni, sko? Jú, algjörlega. Gaman að fá að sig á móti? Jú, algjörlega. Og fullt af strákum mínu liði, íslenskir og erlendir sem þykjast vera eftirdeildarleikmenn, skilurðu. Þeir erlendu og íslensku líka stefna þangað eða hafa verið þar. Þannig að ég vona að það verði engin eitthvað skjálfandi þarna, bara spennandi. 8. úrslit í bikarnum. Haukarnir mæta væntanlega djúpir á stuðningsmannapallana í Keflavík. Ég ætla að vona það. Það er eins og ég segi, 2 heimaleikir búnir og einhverja 3 vikur milli leikja, þannig að það er ekkert eitthvað búið að ná að byggja upp einhverja svakalega stemningu, sko. En við eigum örugglega þá ógeðslega marga heimaleiki eftir í röð. Já, þá kemur það. Takk.